hringdi í varðskipið og baða að Já, það var nú meira bíó. Þetta var hausttíma og ég var þá að keyra olíu og vetar út á Daltaka. Ég hafði þann starfað á rafmagni kom frá ríkinu, og ég kem í hádeginu, þá hringir síminn, þá það annar. Segir mér það að það sé ljótt, hún var nýbúin að fá gæsir 2 og þær, og bara athuga það ekki að þær bara flug út á sjó. Já. Og hún var bara að reyna að kalla í það þetta ekki neitt. Og hvort ég geti komið bara á einhverju hraðbót og reynt að elta þær uppi með því. Því hún sætti halda það að þær myndi ekki geta hafið setja flugs af sjónum, sko. Já. Hún myndi kannski stinga sér og þær myndur ekki kafa djúpt, myndur sjást yfirborðið, það var logn. Ég sætti ekkert meira að vera því Jón sagði, ég að gera þetta fyrir þess. Þá myndi ég eftir því að lága varðskip hann eins og. Já. Svo ég segi við Önnu, heyrðu, hringdu nú bara í gæsluna. Þeir gera allt fyrir alla sig. Hún var nú lengi tregt til og ég sagði þetta bara í einhverju vitleysu. Ég þóttist að vita það að ef hún myndi gera þetta þá myndi þeir nú örugglega koma og hjálpa mér við þetta. Þeir eru gaman að því. Já, bara æfing. Og ég sannfæri hann þetta. Og síðan hérna, hún sagði mér þetta svo, síðan hérna hringir hún. Og ég sagði biðum stjórnstöð Helga Hallvarðsson. Hann hlýtur að vera þarna í stjórnstöðun og það er maður sem er alveg út að pottþétt að hann gerir þetta fyrir. Þegar hann lætur að gera þetta, kalla sér. Svo hringir hún og þá er Helgi ekki við. Þá er hann í fríi. Og konan í símanum spyr hana hvað og hvert er erindið og Anna segir henni það. Og þá segir þessi kona og Anna að hún hafi verið óskaplega frekjuleg eitthvað leiðileg í röddinni þá. Og hún sagði, hvað er þetta mannski? Heldur þú gæslan, hann veit eitthvað annað að gera, þetta er að smara einhverju gæsum. Já. Og þá sagði Anna þetta, já hann segir það nú Sigfús bóndi og hreppstjóri og Brekku að gæslan gerir allt fyrir alla. Nú, segir hún þá, já ég skal þá gefa þér samband við Gísla eða ég man ekki hvað hann hét. Og Anna fær þennan kall þarna í síman og þá var hún nú eiginlega alveg runnin og raskandi með þetta og hún sagði að við fara að skjálfa sko og það var nervus yfir sig. Ef hann segir hvert er erindið og hún stynur því upp og það verður smá þögn og hún sagði þetta ekki betur að heyrt en hann hafði eitthvað svo krymt eitthvað í honum sko, fast eitthvað spegilegt. Segir hringdu bara í hann hérna Höskuld Skarphéðsson skipara, ég skal gefa þér upp hérna farsímann hans, hringdu bara í hann. Og hún skrifa númerið og hún sagði að það verið alveg lömuð þarna eftir þetta samtal sko, en herti sig upp, hringdi í Höskuld. Og hann bara strax og hann var búinn að heyra þetta þá sagði hann, þú ferð orðið 4 konar góð, mínir menn verða konur eftir augnablik. Og hún bara laði frá sér símann og strauk sér ennið sko og þá sér hún bara að það kemur gúmmíbátur frá skipinu og hún í fjörun og þeir fóru með kellumar og þetta fór alveg eins og hún sagði. Þær köfuðu svona grunn, svo komu þær upp og þá greip það bara í hálsinn og kipti mig. Og þeir segðu við það seinna sko, þeir hafa aldrei upplifað einn skemmtilegt nokkuð tíma eins og sjá kellinguna. Við höfum vagrað þetta í fjöruna með þessi gæsi undir hendurna. Já.